Í þessu vídeo ætla ég að sýna hvernig bankafærslur eru lesnar inn í bókhaldið. Við byrjum á því að skilgreina bankareikninginn. Það gerum við hér inn í stillingar fyrirtækis. Veljum hér bankareikningar og stofnum bankareikning. Hér setjum við inn bankanúmerið, höfuðbókina reikningsnúmer og tengir við viðeigandi bókhaldslykil og smellir á vista breytingar. Ég ætla að nota áður skilgreindan bankareikning í þessu sýnidæmi. Ég á hann hér skilgreindan og hann er virkur. Til að sækja bankafærslurnar smelli ég hér á bankareikningar, á skiptilykilinn hérna uppi og sækja færslur frá banka. Ég seti notendanafnið í bankan, lykilorðið og vel mér tímabilið og sæki bankafærslur. Ég ætla að nota við áður sóttar bankafærslur í þessu sýnidæmi og ég ætla að skoða hérna færslunar frá maímánuði 2020 og hér erum yfirlit yfir færslurnar og ég ætla að velja magn bókafærslur. Hér er ég komin í skráningar eða bókunarviðmót fyrir bankafærslunar. Bókhaldslykillinn fyrir bankan kemur sjálfkrafa en ég þarf að velja mótbókunarlykil og hér er færsla frá endurvinnslunni og ég ætla að setja þetta á 161400 sem er skuldinautalykil. Tölvan finnur sjálf hér í viðskiptamannaskráni hjá mér endurvinnsluna. Hér er með færslu frá Sjóvá. Ég ætla að setja hana á skuldinautalykil 440, lánadrottnarlykil ásækið finna ég og finnur það sömuleiðis í viðskiptamannaskráni. Hér ætla að taka eitt dæmi í viðbót þar sem ég hef með færslu úr bónus og skilgreina þetta bara sem hráefnakaup og með 24% virðisaukaskatti og vel það og þá get ég smellt hér á hnappinn bóka 3 fjárhagsskjöl. Tölvan sýnir mér yfirlit yfir þær færslur sem ég er að fara að bóka. Þar sem ég hef notað virðisaukatengan lykil, þar skiptir hún upphæðinni á bókhaldslykil og virðisaukalykil. Hinar færslurnar færast hér beint á viðeigandi lykla og ég get smellt á hnappinn bóka 3 fjárhagsskjöl. Ég get skoðað færslurnar mínar aftur í maímánuði. Og hér sé ég í bláu reitunum númerinn á fjárhagsskjölunum.